Er upptakan ekki komin? Já, þarna, upptakan er komin í gang. Heyrðu, við byrjum bara að fara af stað. Ég ætla hérna kannski bara að byrja að nýta tækifærið og óska ykkur innilega til hamingju með styrkinn sem hlutuð úr uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra. Og já, við hérna munum svo birta þessa upptöku hérna síðar í dag. Þannig að ef það er eitthvað sem við þurfum að fara yfir aftur og tökum sér spurningar hérna í lokin. Það sem við ætlum að fara yfir í dag er kannski þetta helst. Það er hvernig við aðlögum verkefnið að veittum styrk, sem er kannski svona stóra verkefnið sem er hérna hjá flestum. Svo ætlum við að fara aðeins yfir hvernig greiðslufyrirkomulagið er í kringum sjóðinn og svo aðeins skýrslurnar sem hérna framvindu og lokaskýrslurnar. Ef verkefnið hlaut ekki fullan styrk, ef verkefnið hlaut fullan styrk, þá í rauninni þarf ekkert að aðhafast og það þarf ekki, við erum ekki að gera lengur hérna svona rafræna samninga, þannig að fólk þarf ekki að vera að skrifa undir með rafrænum skilríkjum eða slíkt, heldur var það í rauninni bara samþykkt, þið samþykktu skilmálana þegar að hérna, þið sóttu þeim. Þannig að það þarf ekki að hafa áhyggjur af því. En ef að verkefni hlaut lægri styrk en sótt var þá þarf að fara að aðlaga verkefnið svo þetta gangi upp. Og í einhverjum tilfellum var styrkurinn skilyrtur við einhverja ákveðna þætti eða einhverjum ákveðnum þáttum sleppt og það er búin að senda út og hafa samband við þá aðila sem það á við Þannig ef þið hafið ekki fengið póst það, þá er það ekkert sem þið þurfa að hafa áhyggjur af. Til þess að aðlaga hérna, styrkumsóknina, þá þarf að fara inn í umsóknargáttina og þið bara farið inn á sömu kennitölu og var sótt á, þannig að það er kennitala umsækjanda. Og þar getið þið farið þarna í mínar umsóknir og getið skoðað skilaðar umsóknir og getið farið í þennan blýant og þar getið þið breytt þessum þáttum sem þarf að breyta. Og þetta eru hérna þessi flokkar þar sem að hérna þarf að breyta. Það er greinargóð lýsing á verkefninu, getur verið upphaf og áætluð verklok, verkþættir, kostnaðar og fjármögnun. Og það er mjög oft sem fólk fer einhvern veginn bara í kannski kostnað og fjármögnun og lagar þar, en til dæmis í þeim tilfellum þar sem að var kannski sótt töluvert mikið hærri upphæð, þá þarf auðvitað og verkefni breytist töluvert í aðlögunni, þá þarf líka að breyta lýsingunni. Að því kannski ef þú ætti að sækja að byggja hús en fær bara hérna fyrir smá hluta, þá eðlilega verður lýsingin ekki í samræmi við það. Þannig að það þarf að aðlaga þetta allt saman, þannig að þetta hérna sé í rauninni bara hérna stemmi allt saman. Og hvaða breytingar þarf að gera? Hérna, líkt og í umsókninni, þá er það þessi hérna, grænu 100% sem við erum alltaf að miða að. Og þetta er í rauninni, þetta eru svona, tvær leiðir. Það er auðvitað annarkvort að skera niður kostnaðarliðina eða auka fjármögnun. Eða það er auðvitað hægt að fara líka þessar leiðir saman. Þannig kannski sker niður einhverju kostnaðarliði en svo kemur kannski einhver auki vinnuframlag eða annað inn. Og það er kannski það sem er svona helst í aukin fjármögnun, það eru þá aðrir styrkir sem eru þá staðfestir eða verið að sækja eða þá aukið fjárframlag eða aukin eigin vinna. Það er svona yfirleitt það sem við bendum fólki á að skoða. Og við erum með dæmi og hér var þetta skilyrtu styrkur sem er þá við þróunarfasa sem að það sem heildarkostnaðurinn í umsókninni er rúmlega 1,8 milljónir en styrkupphæðin er bara 180.000. Og þau verður að muna að styrkupphæðin er auðvitað bara 50% af verkefninu að lágmarki. Þannig að þið verður þá að sýna fram á að kostnaður við verkefni sé allavega eins og í þessu dæmi 360.000. Og þarna ætlum við að skera aðeins niður verk- og kostnaðarliði. Og þetta er verkefni sem ég hef ekki ennþá breytt úr gömlum glærum
og ber svona skemmtilegan COVID-keim. Að verkefnið sem sagt snudduskammtari fyrir leikskóla til að minnka smit berist milli barna. Og ég einhvern veginn svona, þú veist, maður vill eiginlega gleyma öllu svona COVID, en ég einhvern veginn haft aðeins og gaman af þessu verkefni. En þá eru kostnaðarliðirnir þarna og ef við ætlum ekki að bæta við fjármögnun, heldur kannski bara klippa út kostnaðarliði og þá hægt að, þetta eru þá kostnaðarliðirnir sem voru inni í þessu verkefni og þá í rauninni bara getum við tekið út inn í gáttinni, til dæmis eins og þarna, fara bara út þessir þættir kynningu. Og þá sjáum við þá komið það græna talan, það rúmlega 360.000 sem þá kostnaðurinn sem stendur eftir inni. Og þá getum við séð, og þá væri þetta svona, en þá við komin að við erum með þá vinnuframlag, við erum með einhvern styrk og afslátt sem við setjum inn sem kæmi þá til móts, en þá við komin í þetta vesen að í rauninni verkefnið 102% fjármagnað. Og þó að hljómi gott, þá gengur það ekki rosa vel í þessu kerfi. Að þetta snýst í rauninni allt að ná nákvæmlega þessum 100%. Og ef þið lendið í þessu, þá langt bara þægilegast, það þetta bara að skoða, þú veist, hvað eru þessi 2%, og þarna þetta bara, tæplega 7.000 kall, og ég mæli helst með að, þú veist, það svona, þú veist, þetta smá tölur fram og tilbaka, þetta ofið að van, að í rauninni að horfa á að nota, þú veist, eigið vinnuframlag, eigið fjárframlag og stilla það af til þess að ná þessu niður. Það lang einfaldasta leiðin og held að það sem við kannski mælum helst með. Og þá í rauninni bara hægt að draga þessa tölu sem var þarna, þessi 2% og fjármögnun af þessu, þetta rauninni bara eigið framlag, vinnuframlag af þessum tímum þar. Og þá við komin, og þá bara kemur þetta niður í 73.000 og þá við komin in the green, þá hittir þetta á þessi 100%. Þegar þið búin að fara inn og aðlaga, þá gott að senda okkur tölvupóst og láta okkur vita, við þurfum að ganga frá okkar megin, svo að sé hægt að halda síðan inn í greiðsluferlið. Varðandi greiðsluferlið, þá eru smá breytingar hjá okkur. Nú það þannig að upphafsgreiðslur eru greiddar út líklega 3. vikuna í janúar, nema sérstaklega sé óskað eftir öðru. Þannig ef einhver vill ekki fá greiðsluna inn á þeim tímapunkti, vill geyma bara og fá seinna, þá endilega hafið samband við okkur. Greiðslufyrirkomulagið mismunandi eftir tegund styrksins og styrkupphæð. Þannig að ef það eru stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningar, þá 80% sem greiðist út þarna í seinnipartinn í janúar og svo greiðist út afgangurinn þegar skilað inn fullnægjandi lokaskýrslu. Menningarstyrkir og atvinnu- og nýsköpunarstyrkir sem eru 1 milljón eða lægri, þá greiðist út 3. vikuna í janúar 50% af styrknum og eftirstöðurnar svo þegar búið að skila inn lokaskýrslunni. Varðandi styrki sem eru menningar eða atvinnu- og nýsköpunar sem eru hærri en 1 milljón, þá greiðist út 30% í janúar. Og svo svolítið misjafnt bara hvað styrk þeir hafa viljað gera. Það heimilt að skila inn framvinduskýrslu og fara þar yfir framgang verkefnisins og þá hægt að fá greitt út 40% og svo hægt að skila lokaskýrslu til þess að fá restina. Það kannski ekki margir sem hafa farið þessa leið, en það alveg töluvert notað, en það engin skylda. Þó verkefnið hafi fengið styrk yfir 1 milljón, þá engin krafa að skila. Það má alveg skila líka bara lokaskýrslu og klára þetta í rauninni upphafs- og lokagreiðslu.
Já, lokaskýrslu skal skilað verkefnum svo í samræmi við starfsfólk uppbyggingarsjóðs og eigi síður 2 mánuðum eftir að verkefni lýkur. Aðeins varðandi þessi form, framvindu og lokaskýrsluformið er hægt að finna bara inn á heimasíðunni okkar ssne.is og þar er flipi á forsíðuna sem er hægt að fara í uppbyggingarsjóð og þá opnast þessi til hægri og þarna er framvindu og lokaskýrsluformið. Og það er í rauninni sama, þetta er bara Word-skjal sem er fyllt inn í og er svo bara sent til okkar í tölvupósti. En kannski aðeins varðandi lokaskýrsluna, það er alveg gott að skoða lokaskýrslunar og svona bara sjá aðeins fyrirfram bara hvað er það sem er horft til og þá er ekkert sem kemur á óvart og þá kannski sjáið hvað þetta er sem breytist. En það er í rauninni fátt nýtt í lokaskýrslunni. Hluti af ef að verkefni gengur nokkuð eðlilega eftir áætlun, þá er þetta að hluti til bara samáður í umsókninni og svo er kannski flokkur hvernig gekk verkefni var eitthvað sem kom upp og annað. Þannig að þetta er ekkert mikið nýtt, en það sem ég ætla að segja líka kannski að benda fólki á, það er að vera svolítið að pæla í tímanum sínum sem fara í verkefnið. Og það er auðvitað alltaf langbest að skrá hjá sér svona samviskusamlega yfir tímabilið hvaða tímar er að fara í verkefnið, þannig að þið eigið að fara að vinna lokaskýrsluna. Því það er yfirleitt þannig að ef maður er að gera þetta eftir á og svolítið mikið að giska að þá er það yfirleitt alltaf að maður vanmetur tímann sem fór í þetta frekar heldur en of. Þannig að ég bara hvet ykkur eindregið til þess að vera svolítið vakandi fyrir því að punkta hjá ykkur tímana. Já, allir styrkar þurfa að skila fullnægjandi lokaskýrslu til þess að fá styrking greiddan út eins og ég kom inn á áðan og það er eigi síður en 2 mánuðum eftir að verkefni lýkur. Og ef að þið ætla að sækja aftur næsta ári, þá er það þannig að það þarf að skila lokaskýrslu vegna fyrri verkefna til þess að ný umsókn verði afgreidd af úthlutunarnefnd. Varðandi frávik frá samningum, það er svona ekki samningar í dag, þetta er bara áætlun sem er samþykkt, en ef það verða breytingar á verkefninu, þá er bara eiginlega númer 1, 2 og 3 að láta okkur vita. Við vitum það er ýmislegt sem getur komið upp á og alls konar aðstæður sem geta breyst og hlutir þróast og sérstaklega í svona nýsköpunar umhverfi, en bara hafið samband við okkur. Og því að við getum þá aðstoðað og komið með alls konar ráðgjöf inn í þetta. Svo er það þannig ef ekki verður af verkefninu, þá er í rauninni bara styrkurinn afturkræfur. Ef það verða breytingar, verulega breytingar á verkefninu og það er ekki haft samráð við starfsfólk uppbyggingarsjóðs, þá getur styrkurinn verið afturkræfur að hluta eða heild. Og varðandi seinkun og verklökum, þá bara endilega hafið samband við okkur, því fyrr því betra. Ef þið sjáið fram á þið eru ekki að ná þessu innan tímaramma sem að vera bara í góðu sambandi við okkur. Og við getum alveg tekið fyrir svona óverulega breytingar og seinkun, þá getum við afgreitt starfsfólk SSNE, en ef það er einhverjar stærri breytingar, þá þurfum við nefnilega að leggja fyrir úthlutunarnefndina til umfjöllunar og samþykkis. Þannig að bara vera svolítið vakandi fyrir þessu. Svo er það sem ég langar að vekja sérstaklega athygli á núna. Það er sóknaráætlun Norðurlands eystra. Að þið séuð almennt að reyna að flagga henni sem mest og best. Því að það er kannski svolítið sameiginlega verkefni okkar, það er að tryggja áframhaldandi fjármagn inn í þennan vettvang. Því að þarna koma peningarnir frá hinu opinbera til þess að setja í verkefni hér á svæðinu. Þannig að við viljum svolítið
nýta allan þann meðbyr sem að við og þið hafið með ykkar verkefnum að sýna hvað sóknaráætlun skiptir miklu máli fyrir svæðið. Þannig að endilega í kynningarefninu að vera að nota merki sóknaráætlun Norðurlands eystra. Það inn á heimasíðunni okkar, sama stað og ég sagði, framvindu og lokaskýrslunar, þar það inni og það í mismunandi formátum og litum, svart-hvítt líka, eftir hvað henta best og endilega vera að nota þetta logo en ekki vera að nota til dæmis við stundum sé að fólk hefur verið að ruglast og notað SSNE logoið, það í rauninni skiptir ekki máli en það sóknaráætlunar logoið sem skiptir þarna máli. Svo það nú bara þannig að almennt skal miða við viðburðir og verkefni styrkt af uppbyggingarsjóði séu auglýst á öllu starfssvæði SSNE. Og einmitt bara endilega það við munum síðan birta þessar glærur, það þarna hlekkur inn á logoið en þetta á heimasíðunni og ef það formatið hentar illa eða eitthvað, bara endilega hafið samband við okkur, við getum örugglega orðið við því. Í rauninni geta allt starfsfólk að hjálpa ykkur við þessa aðlögun og verið ykkur innan handar. En ég og Ari höfum svolítið séð umsýsluna og með sjóðnum og alveg sjálfsagt að hafa samband við okkur ef eitthvað Augnablik. Svo